Velkomin í kaffistofuna. Þetta er þáttur sem fjallar alfarið afkomu, líf, líðan, launafólks og alls konar þættir sem varða launafólk í landinu. Þetta er engin smá hópur, en það eru 200.000 manns á vinnumarkaði, svo þetta eru gríðarlegir hagsmunir. Í síðasta þætti, sem var fyrsti þátturinn, þá talaði ég við Ragnar Þór Ingólfsson, formann VR, og Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar. Mér fannst við hæfi að opna þennan þátt með því að heyra í þeim hvaða skilaboð þau hefðu til launafólks í þessum erfiðu aðstæðum sem nú er vegna COVID. Og þetta var að mínu viti mjög fróðlegur þáttur og upplýsandi, og ég hvet ykkur til þess að horfa á hann, hafið ekki séð hann, vegna þess að þið getið hort á hann á Facebook-síðu Samstöðvarinnar sem heitir bara Samstöðin. Þið getið hort á hann á samstöðin.is og svo á YouTube. En núna ætlum við að vinda okkur í allt annað, sem er ákaflega að mínu viti merkilegt og í raun og veru markað upphafið af því hvernig fólk hefur það á vinnumarkaði. En það er það hvernig tekið á móti ungu fólki sem að stíga sín fyrstu skrefin á vinnumarkaði. Þetta hefur oft verið svona óljóst, margt ungt fólk sem ekki hugmynd hvaða rétt það hefur ekki hugmynd hvað stéttarfélag eða hvort það borgar í stéttarfélag eða það er svo margt sem er óljóst hjá ungu fólki. Og til þess að ræða þetta þá hef ég fengið til mín unga gesti sem öll eru á vinnumarkaði þó ung sé, og ég ætla bara að kynna það núna, og það er fyrst að telja Heiðar Már Hildarsson sem er bara 18 ára gamall en á svolítið reynslu á vinnumarkaði og auk þess í námi, og hann í raun og veru sér alfarið fyrir sig sjálfur, þannig að hann þarf að vinna mikið. Og svo það Kristbjörg Eva Andersen Ramos. Hún er 23 ára og er í námi líka en hefur talsverða reynslu á vinnumarkaði. Og Ástþór Jón Ragnheiðarsson. Hann er 22 ára og þá má ég segja það að ferilskráin hans á atvinnumarkaði sé frekar löng með ungan aldur. Svo hann líka varaformaður í ASÍ Ung, sem er unglingahreyfing Alþýðusambandsins og einmitt ætluð til þess að hjálpa fólki á vinnumarkaði, ungu fólki sem að koma út á vinnumarkaðinn og efla þeirra vitund réttindi sín og svo framvegis. En nú skulum við bara beina orðum okkar að gestunum, og ég ætla að byrja á þér, Kristbjörg Eva. Segðu okkur hvernig það var þegar þú komst fyrst inn á vinnumarkaðinn, svona miðað við það sem ég hef verið að tala um. Já, sko ég held að flest ungmenni eiga þeim eitt sameiginlegt. Það var kannski byrjað bara í unglingavinnunni, þar sem við vorum bara að reyta gras og eitthvað svoleiðis, og ég man hversu spennt ég var að byrja einmitt í þeirri vinnu, af því þá var ég að fá bara minn fyrsta pening, ég var að vinna fyrir peningloksins í fyrsta skipti. En ég man líka hvað ég vissi bara ekki neitt í kringum kerfið sem vinnur einmitt að því að veita mér þessa peninga í hverju mánuði. Ég bara skildi ekkert, ég vissi ekki eins og að ég hefði eitthvað réttindi sem vinnumaður eða eitthvað svoleiðis, og það var einhvern veginn ekkert búið að útskýra þetta fyrir mér heldur. Ég var heldur ekkert með neitt eitthvað svona baklands og eitthvað gat svona veitt mér einhverjar upplýsingar hvað það er að byrja að vinna, hvað það þýðir fyrir mig að vera svona vinnukraftur í samfélaginu og gefa frá mér. Ég hefði viljað bara vita þetta miklu fyrr, og það hefði örugglega breytt svo miklu fyrir mig út á vinnumarkaðnum, hefði ég vitað þessi réttindi og hefði vitað hvað mér sé að launaseðill minn þýðir, hvað þýðir að fá borgað, hvað er á bakvið það er nefnilega svo margt, og mér finnst eins og þessar upplýsingar eru ekki aðgengilegar, eða eins aðgengilegar þá ætti að vera fyrir ungt fólk sérstaklega, og líka bara fólk sem af erlendu bergi brotið. Þegar maður lítur yfir flest
svona félög þegar maður er að googla svona stéttarfélög, það er alltaf á íslensku og ensku eða pólsku en svo bara miklu fleiri hópar á núti sem þurfa á þessum upplýsingum að halda. Skildirðu launaseðilinn fyrst? Fyrsta launaseðilinn sem þú fékkst? Nei, ekki. Sko. Vissirðu að þú borgaðir í stéttarfélag? Nei. Ég vissi ekki einu sinni í hvaða stéttarfélagi ég var í, ég sá á heimabankanum mínum að ég er búin að fá laun og kannski vegna þess að ég var bara það unga, ég var ekkert að pæla neitt meira í þessum launaseðli, ég var bara búin að fá pening og bara wow, ég á pening loksins til að eyða eitthvað. En svo var það ekki fyrir en ég bara byrjaði í einhverju alvöru vinnu eins og þegar ég fór í bakarí eða var að vinna þar, þá var þetta miklu meira svona eitthvað fræðilegra, maður þurfti virkilega að vita hvað maður var að gera. Og, ja. En þegar þú komst fyrst, þá stéttarfélagið hafði ekki samband við þig það, atvinnureikandi settist ekki niður með þér og fór yfir þín réttindi og þannig að þú vissi kannski heldur ekkert hvað var hvenær dagvinnan endaði og hvenær kvöldvinnan byrjaði, ekki neitt. Nei, bara það var alls ekkert svona og það er ekki fyrir nýlega sem ég bara varð virkilega vitna því að yfirmönnum var virkilega ekki sama það sem var að gerast hjá mér í vinnunni og var ekki sama að ég vissi ekki hvað launaseðillinn minn þýddi og eitthvað svona. Það var bara nýlega sem ég byrjaði að fá eitthvað svona fræðslu og það að mér var boðið upp á fræðslu hvað launaseðillinn minn þýðir. En að því það getur verið svo hættulegt fyrir ungmenni einmitt að vita ekki hvað þessir þættir eru nauðsynlegir. Það var svo nauðsynlegt að vita þetta vegna þess að ég man þegar ég var að vinna á einu tjaldsvæði þá var ég á jafnaðarkaupi og þá ég vissi ekkert hvað það þýðir, bara ok, ég fæ laun, greinilega og ég vissi ekkert hvað jafnaðarkaup þýddi en samt ég var að vinna 12 tíma á hverjum degi og mér fannst það bara rosalega erfitt og ég skildi ekki af hverju ég var ekki að fá meira borga fyrir alla þess erfiðu vinnu sem ég var að vinna og þá í fyrstu skipti hafði ég samband við stéttarfélagi bara því að ég talaði við foreldra mín og mér fannst þetta að vera pínu ósanngjarnt hvað ég var að fá lítið miðað við vinnuna sem ég lagði í og þá bara sögðu í hvaða stéttarfélagi ertu? Ég veit það ekki. Þá varstu búin að vera töluvert lengi á vinnumarkaði. Já, einmitt, það var kannski 3. starfið mitt þá, einmitt. Já. En takk fyrir þetta, en nú ætla ég að snúa mér að Heiðari. Þú ert bara 18 ára gamall, en hefur samt verið á vinnumarkaði heilmikið og sérð algjörlega í raun og veru fyrir þér sjálfur. Hvernig var tekið á móti þér þegar þú byrjar? Hvað þetta varðar? Heiðar, þú þarft að taka af mute. Heyrið mér? Já. Þannig að þegar ég fyrst byrjaði þá var alveg tekið vel á móti mér, allir í vinnunni og hvað. En síðan þegar ég fekk fyrst launaseðil þá var ekkert að fylgjast með honum beint. Bara sá að ég fekk pening og bara ég skildi ekkert hvað ég var að borga fyrst, hvað allir þessi mínusar voru. Og síðan bara fyrst bara núna á þessu ári þá byrjaði ég að skoða þetta aðeins og þá skildi ég hann frá nokkuð veginn en samt ennþá alveg ekki að skilja hann eins og því ég ekki búinn að fá einhverja fræðslu með launaseðla og vinnumarkaðinn en eitt. Já. En var enginn sem settist með þér atvinnurekandinn eða hafði stéttarfélagið samband við þig, sagt velkomin á vinnumarkað, ég sé að þú ert að borga í stéttarfélagið og svo framvegis. Það hafði engin samband við því svoleiðis? Nei. Nei. Og veistu þá líka að þú borgaðir þú kannski ekki heldur vita að þú borgaðir í lífeyrissjóði og svoleiðis? Nei, ég vissi það ekki heldur, Nei. Ástór, hvað segir þú? Hvernig var tekið á móti þér fyrst þegar þú mættir galvaskur á vinnumarkað? Já, ég byrjaði náttúrulega bara eins og mjög margir í vinnuskóla og það svo sem eins og Kristbjörg var að segja, þá svo sem spáði maður ekkert mikið í þessum bara, búin að fá borga þegar þú kíktir inn á heimabankana svoleiðis.
En fyrsta svona alvöru vinnan mín, ef að svo má orði komast, var í matvöruverslun, Kjarval, sem sem sagt landsbyggðarútibú Krónunnar. Og þar var ég bara blessunarlega heppinn með góðan yfirmann sem að svona, ég ætla ekki að segja hann hafi, þú veist, það með fyrirlestur fyrir mig yfir þetta, en svona útskýrt í grófum dráttum fyrir mér. Og svo ég bara heppinn með foreldra líka sem að aðstofa mig við þetta. En ég var það ungur þegar ég byrjaði í þessari vinnu hjá Kjarval að sko, svo þegar ég var 16 ára farin að vinna í annarri búð, fekk maður enga fræðslu og svona, ef maður lítið tilbaka, hugsa maður bara, ok, ég bara heppinn að hafa verið á þessum tímapunkti með vitneskju á þessu, en það ekkert sjálfgefið að 16 ára aðili eiga að vita þetta, þannig að svona hugsa tilbaka þá náttúrulega þetta ábótavant. Vissir þú, Ástþór, hvað jafnaðarkaup var? Jafnaðarkaup ekki til. Þetta bara hugtak sem að atvinnurekendur búa til, vísvitandi til þess að níða okkur þau laun sem rétt á, en ég hafði bara sennilega ekki heyrt þetta hugtak á þeim tímapunkti sem ég var að byrja. En hefur þér verið boðið jafnaðarkaup? Nei, það bara, ég veit ekki hvað hefur valdið því, hvort að ég hafi ekki sótt í þannig vinnu eða hvað, en ekki hefur mér verið boðið þannig. Sko, jafnaðarkaup nefnilega þannig að eins og þú náttúrulega veist, Ástþór, verandi í ASÍ Ung, að þá sko gagnast það mjög illa ungu fólki sem bara að vinna á kvöldin, því það svo margt ungt fólk sem vinnur á kvöldin af því að það í skólanum. Og þá það bara að fá miklu lægra kaup heldur en það á að fá samkvæmt því að vera að vinna eftir vinnu. Og það margt fólk sem áttar sig alls ekki á þessu. Vissir þú þetta, Heiðar? Taka mute. Ég vissi þetta ekki. Nei. Hefur þér verið boðið í jafnaðarkaup? Nei. Nei. En þú hefur heyrt þetta? Það svo margir sem að borga eftir jafnaðarkaupi. Ég hef svona heyrt þetta einu sinni, en ég bara hef aldrei vitað hvað það væri. Þannig að ef ég væri að ráða því í vinnu og myndi bjóða þér jafnaðarkaup, myndirðu segja bara já takk, eða hvað myndirðu gera? Ég myndi spyrja hvað það þýðir og hvað það, gerir fyrir mig. Hvað með þig, Kristbjörg, hefur þér verið boðið jafnaðarkaup? Já, mér hefur boðið jafnaðarkaup og ég var einmitt þá bara, 15 ára eða eitthvað svoleiðis þegar mér var boðið einmitt þetta og ég var bara algjör nýbyrjandi einmitt í þess á vinnumarkaðanum, þannig ég einhvern veginn þorði ekki að spyrja eitthvað meir út í það, ég bara taldi að hann vissi betur sem satt að segja minn þá, eins og þeir eiga náttúrulega að gera, þeir eiga að veita okkur upplýsingar sem við höfum ekki, en þessi tiltekni maður bara bauð mér einmitt upp á jafnaðarkaup í þessari vinnu og ég gat einhvern veginn ekki sagt nei, og ég spurði ekkert út í það, ég bara spurði einhvern veginn foreldra mína seinna hvað þetta þýddi og ég hafði einhvern veginn ekkert til að sitja út af það, ég bara þorði ekki og ég var bara ungur krakki og bara einhvern veginn sætti mig bara við það. Já, en þetta í rauninni launaþjófnaður, sko, ef fólk að vinna sem sagt kvöldvaktir mikið, þá þetta eiginlega launaþjófnaður. Ungt fólk veit þetta ekki, en það mjög oft sem maður hefur heyrt að ungu fólki boðið þetta, oft einmitt í veitingageiranum. Og þetta náttúrulega, þarna verið að stela af ungu fólki. Svo ýmislegt annað í þessu og það Ástþór, hefur þú til dæmis í þeim störfum sem að þú hefur verið í, hefur þið verið boðin starfslýsing? Hefur þú fengið starfslýsingu? Og það bara eins mismunandi og það margt, eins og kannski komst að byrjun, þá ég með ansi langan starfsferil svona með aldur, en þú veist, ég hef alveg komið á rosalega flotta vinnustaði þar sem bara útlistuð starfslýsing, jafnvel látið mig undir þetta ráðningarsamninga og slíkt. Svo hef ég líka verið á stöðum þar sem að allt einhvern veginn upplaust. Það yfirmaður verður pirraður út í því fyrir að sinna ekki einhverju sem að þú vissir jafnvel ekki að væri í þínum verkahring og eitt og annað. En
í dag og svona undanfarin svona, ég var næstu búinn að segja seinni árin en ég fattaði nú að árin ekkert mjög mörg en í seinni tíð getum við sagt sko þá hefur þetta verið í lagi og með starfslýsingar og ráðningarsamningar en ég eins og veit það og alveg gerir grein fyrir því eins og ég var að útskýra áðan með fræðslu og að skilja launaseðlana, ég í ákveðinni forréttindastöðu með það að hafa þetta bakland og hafa fengið þessa fræðslu, það ekki sjálfsagður hlutur. Það ætti náttúrulega að vera það, en það það ekki. Þannig að ég veit fullt af ungmennum sem bara engan veginn, hafa þetta engan veginn skýrt. Þetta ekki, það ekki verið að reyna að skýra þetta heldur, því að þau atvinnurekendur svo oft og tíðum treysta á vanþekkingu ungmenna til þess að geta farið svona svívirðilega, leyfist mér að segja, með launafólk. Heiðar, nú færð þú náttúrulega, í hvaða stéttarfélag þú? Taktu að setja á mjúta. Halló. Hæ. Það Já, í hvaða stéttarfélag þú, Heiðar? Ég ekki alveg búinn að kíkja þau. Nei, og hvað ertu búinn að vera lengi á vinnumarkaði? Ég var 15 ára. Já, það er alveg heil 3 ár. Já. Þannig að þú veist þá heldur ekki að þú, þegar þú borgar í stéttarfélag, þá öðlastu réttindi til þess að fá til dæmis styrki til að endurmennta þig og mennta þig. Vissirðu það? Nei. Nei. En þú, Kristbjörg? Já, ég bara lærði það einmitt nýlega í hvaða stéttarfélagi ég var í og þá einmitt fór ég bara að kanna málið, hvað þýddi það að vera í þessu tiltekna stéttarfélagi og þá einmitt sá ég alla þessa styrki sem voru í boði og það bara alveg frábært að geta nýtt sér þessa styrki. Sérstaklega maður búinn að vera lengi í ákveðnu stéttarfélagi, þá borgar það sig, sko. Akkúrat. Sko, finnst ykkur að stéttarfélagið, nú gerist það að þegar þið fáið launaseðil og fáið fyrstu launin ykkar, að þá farið þið á skrá strax hjá stéttarfélaginu sem þið borgið í. Finnst ykkur að stéttarfélagið ykkar ætti þá að hafa samband strax við ykkur og kalla ykkur á fund þar sem að það lýsir fyrir ykkur réttindum og sem sagt hver staða ykkar á vinnumarkaði verandi stéttarfélagi? Hvað segir þú, Kristbjörg, um það? Mér finnst klárlega að þetta ætti að vera eitthvað sem í boði að því ég á alveg auðvelt með að setja mig í spor þeirra sem einmitt að verðlundu bergi brotin og maður hugsa til bara aðgengi að upplýsingum, þar eru mjög takmarkaðar og þess vegna alveg stór plús ef að stéttarfélagið mitt gæti tekið til sín fólk til þess að mitt bara fari yfir launaseðilinn, fari yfir réttindin og því þetta svo mikilvægt að vita bara fyrir alla, ungmenni og aldra, bara alla. Svo þetta mætti endilega vera í boði, hvort sem það þarf að mæta eða bara taka eitt stutt símtal og segja hvað í gangi. Hvað segir þú, Ástþór, um þetta? Nú ert þú varaformaður ASÍ Ung, sem eins og ég sagði áðan hreyfing sem ætlað að styðja við ungt fólk sem að koma inn á vinnumarkaði. Hvað segir þú um þetta? Hvað eru þið að gera í málunum og ykkur von á því að þetta batni, þetta verði betra fyrir ungt fólk að koma inn heldur en núna? Sko ég held að sé bara engin spurning og deilingum það að það gríðarlega ábótavant hvað varðar upplýsingaflæði og fræðslu bara réttindi á vinnumarkaði og breytir það engu hvort við erum að tala ungt fólk erlendu bergi brotið eða bara fólk á besta aldri. Ég alveg jafn viss að við tölum við eitthvað fertugan þá kunnátta og þekking á hvað allt þýðir á launaseðlinum ekkert endilega heldur 100% til staðar. En þetta svolítið nú maður að reyna að setja sig beggja megin við. Að sjálfsögðu finnst mér að þegar þú gengur í stéttarfélagi að koma einhver upplýsingapóstur frá stéttarfélagi. En ég velti líka fyrir mér hreinlega með fræðslu, hvort þetta ekki jafnvel heima inn í grunnskólum eða lífsleiknikennslu eða einhverju álíka. En því að núna eins og staðan í dag þá
er þetta í höndum stéttarfélagana og það getur verið eins mismunandi eins og mörg. Það getur verið eitthvað lítið stéttarfélag út á landi sem að fer í alla grunnskóla á sínu svæði og kynnir þetta fyrir nemendum. Svo getur verið einhver annar staðar þar sem þetta er jafnvel bara ekki til staðar. Svo kemur líka inn í eins og bara minni stéttarfélag þar sem kannski eitthvað lokal stéttarfélag sem annast fræðsluna en einhver af þessum krökkum fara svo að vinna í verslun og borga þá kannski til VR og þá eru þau ekki búin að fá, þetta svolítið svona, þetta snjóbolti sko, eða þannig svolítið margir snertifleitir á þessu. Ég persónulega langar sko, við höfum innan aðeins í reynt að miðla upplýsingu til ungs fólks en persónulega held ég að það þyrfti að vera eitthvað samheldið átak í fræðslu bara launamál ungs fólks, bara ekki ungs fólks, mér hættir alltaf til að tala ungt fólk, bara launamál. Þetta þáttur ungt fólk. Já, ok, launamál ungt fólks, eitthvað samheldið átak eins og ég var að útskýra. Þetta getur verið mismunandi og stéttarfélög mörg, en þá komum við að því, þá einblindum við bara á ungt fólk hérna, við einblindum í grunnskóla, hvað með unga fólki sem kemur að utan, erlent vinnuafl eins og bara í stórum stíl hér í Íslandi. Þannig að ég ekki með töfrasvarið við þessu, en þetta svona vonandi útskýrir eitthvað. En svo er ein hugmynd í þessu sko og það það að til dæmis að Heiðar kemur inn í við, hann, eins og Heiðar var að segja, hann ekki alveg sko komið með það á hreinu í hvaða stéttarfélagin en Heiðar finnst þér kannski, þetta ætti líka að vera á höndum kannski atvinnurekandans, þar að segja að það sé ein af skyldum atvinnurekanda þegar hann ræður því í vinnu að fara í gegnum þetta með þér, að fara í gegnum launaseðli með þér, því að það er jú hann sem afhendir þér launaseðli. Já, hann mætti alveg fara yfir betur og sýna hvað er gert við launaseðlinn og hvað ég að gera, hvað ég að borga í og í hvað stéttarfélag ég var í. En hefur ekki stundum velt fyrir þér öllum þessum mínusum? Það lífeyrissjóðurinn og það stéttarfélagið og hefur ekki stundur spjöklur í því, býttu í hvað ég að borga? Jú, ég hef reyndar gert það nokkuð sinnum og hef spurt mömmu og eitthvað út í þetta og þá byrjar hann að útskýra fyrir mér. Þetta er eitthvað smá flókið fyrir mig. Já. En hvað segir þú, Kristbjörg? Finnst þér að atvinnurekandinn að þetta sem sagt eiga, að þið erum alltaf að tala að stéttarfélagið sko eins og núna eiga að gera þetta en á þetta kannski bara að vera skylda atvinnurekanda? Að þegar þú mætir, hann ræður því í vinnu, að þá sé það hans hlutverk að fara í gegnum með þetta allt saman með þér. Já, klárlega, mér finnst þetta náttúrulega upplýsingar sem atvinnurekandinn veit, svo hann ber þá skyldu að veita sínum mönnum þessar upplýsingar, en aftur á móti líka þetta líka einmitt, eins og Ásar sagði, í höndum stéttarfélagsins og þetta maður hugsa svo bara af hverju þurfum við einmitt að berjast fyrir þessu að ungt fólk viti réttindin sín, þessar upplýsingar eru til staðar, nema bara okkur ekki veitt þær, það bara eins og að sé einhverjar ósýnilegar hindranir þarna sem að koma í veg fyrir að við vitum okkar réttindi, en klárlega ætti atvinnurekandinn að segja okkur þessar upplýsingar, setjast niður með okkur og bara taka þetta allt í gegn, skref fyrir skref. Fyrirgeðu Ásdór, já. Ég ætla að grípa orðið bara þarna. Ég held sko akkurat að vandamáli sé þessu að sjálfsögðu í fullkomnu heimi á atvinnurekandi að sjá sóma sinn í því að upplýsa starfsmenn réttindi sín og eins og ég lýsti hjá mér hefur það verið þannig. En ef við horfum bara á þetta blákalt, atvinnurekandi, ef að þú þekkir réttinn og það er brotið að þér, þá getur þú sótt það rétt. Atvinnurekendur í allt og mörgum tilfellum treysta hreinlega á vankunnáttu okkar á kerfinu. Það er bara, nú eins og ég segi, ég ætla ekki að alhæfa, en í allt og mörgum tilfellum er það þannig. Þess vegna kemur þetta oft og tíma ekki frá atvinnurekanda. En sko, gerið þið ykkur grein fyrir því hvort að hafið þið stundum á tilfinningunni að það sé kannski verið að svindla á okkur. Það sé að þið hafið raun og veru unnið meira heldur en þið fáið greitt fyrir. Hafið einhvern tímann hugsað það? Býtu, af hverju ég að fá svona lítið? Hvað segir þú, Kristbjörg? Já, algjörlega. Ég meina þegar ég var á þessum jafnakaupum eitt sumarið, þá
var bara klárlega verið að brjóta mér og ég bara sem lítil stelpa vissi ekki neitt hvernig ég átti að nálgast þetta mál. Bara, ég virkilega að fara að saka yfirmanni minn að brjóta á mér og gefa mér ekki þau laun sem ég á skilið eða hvernig á ég að fara að þessu. Þetta getur líka verið alveg svona frekar óþægileg aðstæða til að vera í og þetta gerist örugglega fyrir mörg ungmenni að þurfa að vera í þessari stöðu sem þau þurfa að konfronta yfirmannin sinn. Og það ekkert allir sem geta gert það. En þá kannski líka eins og Heiðar, sko, ef að til dæmis þér fyndist hefur svona tilfinningu fyrir því að þú værir ekki að fá borga það sem átt að fá borga með vinnuframlag. Myndirðu þora að hringja í stéttarfélagið og ef þú kæmist að því í hvað stéttarfélagið þú ert, myndirðu þora að hringja og kvarta undan yfirmanninum? Myndirðu vera hræddur að missa vinnuna kannski? Ég væri örugglega mjög hræddur að hringja. Já, þetta svona. Þetta er slæmt og þetta sýnir okkur að það er mjög mikil þörf á því að gera eitthvað í þessu máli, því að ég vil meina að þarna byrji meðvitund hjá unga fólkinu stöðu sínu og rétt og þannig að það muni fylgja þeim áfram sem sagt, eftir því sem það eldist. Að það vitum stöðu sína og finnst eðlilegt að gera kröfur að það sé heiðarlega, það séu notaðar heiðarlegar aðferðir á vinnumarkaði og slíkt og þetta líka sem sósíalisti þá segi ég að þetta mun efla stéttarvitund fólks, alveg klárlega. En sko... Má ég nefna eitt? Já. Svo líka mikilvægt að þekkja svona ferli, ef maður að fá ekki rétt útborgað, þá ferlið á bak við það stundum ótrúlega erfitt og langt ferli að fá svo sín laun, réttu laun. Það stundum getur bara tekið mánuði að fá þau rétt launin. Ég hef lent í því sem ég ekki að fá rétt útborgað og ég þarf bara að hafa samband við marga aðila til þess að fá það á hreinu að þetta var ekki rétt hjá mér. Ég var að vinna miklu fyrir tíma eða eitthvað svoleiðis. Og þá það miklu erfiðara fyrir sem að standa í svona löngu ferli til þess að fá sem þau eiga borgast, sem þau eiga rétt á. Það má grípa orðið með þetta, ferlið að leita réttar síns og fá laun leiðrétt alveg rétt, það hundleiðilegt, langt og óskilvirkt. Og núna, hætti mér til út í ég kemur á Suðurlandinu og mitt heimasveitarfélag eru erlendir ríkisborgarar skipa 50% af okkur sveitarfélagi. Og þetta oft á tíðum, ég ætla ekki bara að alhæfa við þann stað, þetta það sem allir ykkur treysta á, það líka engin viðurlög við launaþjófnaði og þetta ferli sem að tekur marga mánuði að leiðrétta laun og þú sem kannski erlendur ríkisborgari leitar til þín stéttarfélags. Svo náttúrulega tala við atvinnurekanda kannski eitthvað, þá bara herðu, já, varst þú að kvarta þessu? Þá segir hann upp. Þetta kannski jafnvel sami maður og leigir líka húsnæðið þitt og með konuna þína í vinnu og svo framvegis og framvegis. Þannig ertu fólk veigrar sér orðið við því að leita réttar síns af ótta við atvinnurekendum. Hvað ertu þá komið með annað heldur en bara vistaband eða þrælahaldi í nútímanum? Ég bara segði þetta líka orsakaði, þetta kerfi svo óskilvirkt, tekur svo langan tíma og þetta eina orsökin sem að verður út af þessu kerfi. Já, og líka til dæmis eins og það að það skuli ekki vera nein viðurlög við launaþjófnaði, það náttúrulega alveg galið. Þú mátt bara stela af Heiðari og peningum og svo ef það kemst upp þá fær atvinnurekandinn engin viðurlög. Og þetta náttúrulega það sem ekki rétt hjá mér á Stór að Alþýðusambandið að reyna að vinna dálítið í þessu máli. Þetta bara eitt af stóru málunum. Það bara hafa það stutt og einfalt. Já. En hvernig viðurlög myndu þið vilja sjá? Þannig að ASÍ, hefur eitthvað hugmyndir það? Og innan ASÍ og ungfólk innan ASÍ, það nú aldeilis ekki alltaf þannig að móðurhreyfingin og ungliðahreyfingin sé sammála. Þannig að ég kannski get ekki alveg alhæft, en
það hefur farið leiðir í sumum löndum með svarta lista yfir fyrirtæki sem að brjóta á réttindum starfsmanna. Og bara kannski fyrsta skrefið þætti mér vera að ef þú hefur að einhverjum 200.000 kall, líka hvatinn fyrir atvinnurekendur oft mikill að reyna að svindla á starfsfólki sínu. Ef þú hefur af einhverjum starfsmanni 200.000 kall, góða útkoman þú að þú hefur 200.000 kall á honum. Slæma útkoman, þú þarft að borga 200.000 kall sem hann átti hvort alltaf inni. Þú þarft ekki að setja ofan á það. Þannig að kannski einhver fjárhagslegur hvati, einhverja sektir, það allavega mín sýn á þetta og mér hefur bara oft sýnst sumt fólk skilur ekki annað en peninga, þannig að... Já. Hvað segir þú, Kristbjörg? Hvernig finnst þér að hvernig viðurlög eigi að vera þegar atvinnurekendur brjóta á fólki og oft á þeim sem eru ungir? Hvernig finnst þér að eigi að höndla þetta mál? Það er stórt í spurt, en ég meina þetta náttúrulega að vera að einhverjum hluta refsivert, ég meina það bara að brjóta á fólki og það bara óviðunandi á okkar tímum. Þetta alveg sjálfsagt þarf að gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir þetta, hvort sem að þarf að vera einmitt einhver viðurlög eða álíka, en það gengur bara ekki upp að það eru svo mörg dæmi eins og Ástþór sagði þar sem atvinnurekandinn bæði að sjá fyrir vinnu konuðinnar og þér og sumir eru bara fastir, bókstaflega bara fastir í þessum bara vítahringi mitt. Og þetta bara algjörlega óviðunandi að sé að gerast á okkar tímum. En það líka eitt í þessu, að þetta náttúrulega stórmál, launaþjófnaður. Það eitt í þessu, að ég veit ekki hvort að þið vitið, Ástþór veit það nú örugglega, og mér langar að vita það hvort að þið vitið að það á að vera trúnaðarmaður á vinnustöðum. Vissir þú það, Heiðar? Er trúnaðarmaður á vinnustöðunni hjá þér? Taka unmjúta. Já. Þannig að það ekki beint svona trúnaðarmaður á... Halló, þetta út. Já, nei, þú ert þarna inni, alveg. Er einhver trúnaðarmaður á þínu vinnustað, Heiðar? Hvað segirðu? Er trúnaðarmaður á þínu vinnustað? Nei, það er ekki trúnaðarmaður. Nei, en þá er svona spurning að það á náttúrulega að vera trúnaðarmaður. Það er nú eitt og það sem að gildir trúnaðarmenn er það að þegar að kemur til einhverja svona mála, þar að segja allir ef mér finnst á mér brotið í vinnunni og þá fer ég mynd til trúnaðarmanns og segi, heyrðu, mér finnst á mér brotið í vinnunni og þá er það trúnaðarmaðurinn sem vinnur málið fyrir þig, fer með þitt mál til stéttarfélagsins, til dæmis. Og það sem gildir trúnaðarmanninn er það að það má ekki reka hann, trúnaðarmann, af því hann er í þessari stöðu. Og þá er spurningin, Kristbjörg, finnst þér að það eigi að gilda þá reglur að það megi ekki segja fólki upp þó það sé að leita réttar síns, til dæmis sínu stéttarfélagi, og það sé bara bannað? Já, það er stór skrítið að það megi bara reka fólk fyrir einmitt að leita réttar síns og krefjast þess að fá bara mannsæmandi laun, rétt laun. Svo líka bara, það er ekki, ef ég tala út frá minni reynslu á svona trúnaðarmönnum og svona, það hefur líka komið upp vandamál þar sem trúnaðarmönnum sé ekki einu sinni treystandi. Eitthvað hefur kannski komið upp á milli og hvað gerir þetta fólk þá ef það treystir ekki sínum eigin trúnaðarmanni? En algjörlega, pínu úrsnúningur, en algjörlega á maður að ekki vera rekinn fyrir eitthvað svoleiðis, það bara ótrúlegt að sé þannig og það rekindurnir sjá ekki sóma sinn í að gera það ekki. Ástþór, hvað eru þið með í deiglunni hjá Ung ASÍ?
svona til þess að upplýsa ungt fólk og virkja meira ungt fólk til að leita réttar síns og svona. Eitthvað svona, eitthvað í gangi hjá ykkur sérstakt núna? Sko við höfum, fyrir COVID vorum við reglulega með fundi og viðburði fyrir ungt fólk til þess að miðla upplýsingum til þeirra, bara fræðslufundir oft almennt stundum en líka stundum bara eitthvað afmarkað málefni. Svo erum við náttúrulega reynum að hafa okkar áhrif inn í gegnum nefndir ASÍ þar sem að við erum unglegar með sæti því að þar raunverulega gerist kannski mikill hluti af starfinu en ég get það sem í deiglunni núna á COVID-tímum, við erum að plana, erum með í deiglunni rafrænan viðburð og fyrsti viðburðin nú með afmarkað umfjöllunarefni sem að ég má því miður ekki ljóstra alveg strax en ég hugsa bara að við þyrftum að gera okkur í brók og hafa rafrænan viðburð réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Anna, ef ég má bæta þann inn í, sko, það kom svolítið svona óvænt upp með bara hvað finnst þér að ætti að vera viðurlög við launaþjófnaði, eitthvað svona sem var kannski, ég hugsa ekki á hverju degi endilega. En ef við bara kannski setjum þetta í samhengi við ökuskírteinið okkar, brýtur umferðarlög, þú fær punkta, svo verður sektir, hvað gerist á endanum? Þú missir einfaldlega ökuréttindi og til þess að sækja þau aftur þá þarftu að bíða í x tíma og þú þarft að sækja endurmenntanámskeið. Af hverju geta atvinnurekendur ekki tekið upp svipað kerfi eða þú ert uppvísað að brjóta og færðu punkt eða sekt og endan einfaldlega missir þitt rekstrarleyfi og þarft að sæta einhverja fræðslu og bíða áður en þú færð aftur. Þetta svolítið útúrdúr en ég bara datt þetta í hug með vorum að bíða. Já, nei, þetta bara mjög merkilegt sem þú ert að segja og það til dæmis eins og það að Sólveig Anna hjá Eflingu hefur til dæmis talað það að af því að ríkisstjórnin ekkert búin að gera í sambandi við viðurlög við launaþjófnaði að þá sé raunverulega hægt að fara í verkfall og svo framvegis af því að það sé rauninni brot á kjarasamningum eða ég skil það þannig, ég held ég sé að fara rétt með. Þannig að þetta stórmál. En sko Ástþór, hvað myndirðu, nú hef komið ljós að Heiðar sem hér, 18 ára, veit ekki nógu mikið. Hann eiginlega ekki klár á því hvaða stéttarfélag hann í, hann hefur ekki fengið mammans eitthvað að hjálpa honum og svona. Hvað myndirðu ráðleggja Heiðar að gera núna? Ég myndi segja Heiðar komst að því hvaða stéttarfélag þú ert að borga í, sendu póst og fáðu upplýsingar. Óska eftir fundi, símtali, hvað það þetta ógeðslega leiðilegt svar, ég veit það, en bara staðan okkar ekki orðin betra við erum ekki að standa okkur nógu vel í fræðslu, alla jafna, að þetta leiðilega svarið. Þetta það sem ég myndi segja til bráðabirgða þangað til að við náum bara að gera alvöru átak í fræðslu. Hvað Kristbjörg, hvað ert þú búin að vera í raun og veru lengi þú ert búin að sinna einhverjum störfum, hvað ert þú búin að vera lengi? 23 ára, hvenær byrjar þú að vinna eiginlega? Ég byrjaði að vinna 14 ára. Já, og bara ennþá vinnandi þann dag í dag. Með skólanum? Með skólanum, já. Það eiginlega þannig að ungt fólk getur ekki annað en unnið til að geta verið í skóla? Það verður að vinna með skólanum bara til að hafa onnið sig á. Það eiginlega þannig? Já, ég myndi segja það. Ég finn það rosalega mikið á bara fólkinu í kringum mig að það getur ekki verið bara ekki í vinnu í dag. Það er bara erfitt að lifa mannsæmandi lífi að þú ert ekki að vinna eða eitthvað svoleiðis, ert ekki að fá eitthvað pening. Já, því þú ert náttúrulega í háskólanum. Já. Og ættir þá kannski að fá einhverja fyrirgreiðslu úr lánasjóðnum og svona, en það kannski dugar ekki til. Og þess vegna þurfa svona margir og þú byrjar svona snemma að vinna. Já. Þetta svolítið einstakt fyrir Ísland, hvað fólk, ég til dæmis var út á Ítalíu núna í nokkur ár og þar var bara algjör undantekning en maður sá 15 ára gamalt ungt fólk að vinna. Þetta þykir bara víðast hvar bara barnaþrælkun.
Hvað finnst þér það, Heiðar? Ef þú myndir unmjúta og segja okkur, finnst þér það að þurfa að vinna svona ungur, finnst þér það ekki svona í raun og veru jaðra við bara barnaþrælkun? Já og nei, þú veist, ef þú ert 15 ára, 14 ára og byrja fyrst að vinna, þá það, þú veist, bara jákvæða við að þau eru að taka skref og í lífinu að fara áfram með sjálfa sig í framtíðina. En kannski neikvæða væri þá að setja krakkana í svona erfiða vinnu og svona leiðarlega vinnu þar sem þau vilja ekki gera. Það kannski svona eina leiðarlega og bara veit ekki hvað þau fá borgað, hvað þau eru að fá tímann og bara áfram. En þá sem sagt hjá þér, Heiðar, þú þekkir þá ungt fólk á þínum aldri sem í raun og veru verður að vinna, myndi kannski ekki vilja að gera það, en það verður að gera það bara til að eiga pening, það ekki svo? Jú. Já. Til að kaupa sér að borða og til að halda upp, eins og borga til þess foreldri sínum fyrir leigu því að þau eru að borga leigu fyrir húsinu. Eins og hjá mér þá tekjurnar mínar þær að skerast af bæturnar hjá mömmu minni, þannig að það kannski einhver mínus í því. Já, þetta í rauninni svolítið svakalegt ástand ef maður rauninni hugsar út í það, skilur við, að fólk bara byrjar að vinna 14 ára gamalt, eins og ég segi að ég tók sérstaklega eftir því í útlöndum að þar sá maður ekki fólk svona opbóðslega ungt fólk, kannski nema í alminnstu fjölskyldufyrirtækjunum. Jaðrar þetta ekki við bara þrælkun, barnaþrælkun eða eitthvað, Ástþór? Ég þykir þetta mjög áhugavert umræðni. Ég skrifaði hérna fyrir sumarið, áður en að allir krakkarnir hættu í grunnskólum og fóru út á vinnumarkaðinn, grein sem að bar titlinn Ég kemst ekki því ég þarf að vinna og var fjallað vinnutíma barna og unglinga á Íslandi. Þetta mér ákaflega hugleikið efni og því ég hef alveg bara frá því ég var 15 ára að starfa í hlutastarfi við þjálfun barna og unglinga og síðan ég kom út á vinnumarkað 2018 hef ég alfarið starfað með börnum og unglingum í félagsmiðstöðum, íþróttastarfi og þess háttar. Og ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt setninguna, þú veist, það einhver æfing eða einhver viðburður og þannig að, heyrðu, nei, ég kemst ekki því ég þarf að vinna. Og þeir eru kannski að krakkarnir í 13-14 ára gömul. Og ég hugsa bara, þú veist, hversu sorglegt það út af því að, börnin í fullri vinnu við það að þroskast og mótast og skipulagt æskulýðsstarf mikilvægur hluti í þroskaferli þeirra. Og þau get ekki tekið þátt í skipulega æskulýðsstarfi út af vinnu bara svo mikið, það svo mikið bull ef ég finn ekki betra orð yfir það. Fyrir utan það, jaðrar barnaþrælkun, bara þetta augljósa óréttlæti sem fólki í hlutakaupi sem að ungmenni fá greitt sökum aldurs, ungmenni undir 18 ára sem eru oft á tíðum að sinna sömu störfum og eldra fólk, það fær greitt hlutakaup út af hverju, út af þau eru 17 ára eða 16 ára. Og það eru hreinlega heilu keðjurnar sem ganga út á það að vera bara með 15 til 17 ára starfsfólk í sinni vinnu til þess að spara í launakostnaði. Ég held bara að við berum okkur saman við lönd út í heimi, við ættum bara taka okkur saman í andlitinu hvað varar vinnutíma barna og unglinga. Já, og það kannski líka, þetta svolítið líka, bæði þetta náttúrulega lenska á Íslandi og hefur verið lengi, en svo þetta líka svona ákveðin vísbending ákveðna fátækt. Það sem sagt að þau verða sumstundum hreinlega að vinna eins og Heiðar hann verður bara að vinna til að sjá fyrir sér. Og það er náttúrulega stór hópur, það til dæmis eins og 6.000 börn sem lifa við fátækt á Íslandi og það er stór hópur fullorðna og fjölskyldna sem lifa við fátækt. Er þetta ekki líka ákveðin vísbending þetta? Hvað segirðu, Kristbjörg? Já, klárlega. Það er fátækt á Íslandi. Við megum alls ekki gleyma því og við þurfum að hafa það í huga að einmitt börn að fara mjög snemma út á vinnumarkaðinn, ekki bara því þetta eitthvað
algengt og venjulegt fyrirbæri hérna á Íslandi en þetta vegna þess að mjög margir þurfa bara að framfleyta sér, sjá fyrir sér og kannski sinni fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis. Og það bara mjög sorglegt virkilega að við þurfum að byrja að vinna svona snemma ef við berum okkur sama við hin Norðurlöndin til dæmis. Við eigum að fá að vera bara börn í friði, við eigum ekki sem börn að hafa áhyggjur af peningum með eitthvað svoleiðis en því miður er það ekki staðan hjá mjög mörgum. Þegar ég byrjaði að vinna þá var það aðalega mitt svo að foreldrar mínir gætu bara séð að bara verið í húsnæðinu sem þau eru í að því það var bara erfitt stundu fyrir þau að bara halda uppi húsi með börn og svona, svo ég þurfti bara að fara sem fyrst og ég gæti séð fyrir sjálfur mér, bara á mínu eigin heimili þannig séð. Og þetta raunin hjá flestum börnum. Já, en þetta ekki sérlega svona áberandi hjá innflytjendum, sem sagt börnum innflytjenda? Þetta ekki verra ástand? Meiri fátækt? Þetta bara mjög erfitt ástand vegna þess að líka bara það að því mamma hún kemur frá Ekvador og hún kemur frá bara svona landi þar sem börnin þurfa bara að byrja að vinna snemma til þess að sjá fyrir systkinum sínum og fyrir fjölskyldunum sinni. Þannig fyrir mömmu var það ekkert óeðlilegt að ég byrja að vinna sem fyrst vegna þess bara, við vorum fátæk þegar ég var barn. Og þannig henni fannst bara sjálfsagt að ég færi bara strax á vinnumarkaðinn svo ég gæti bara að lifa mannsæmandi lífi sem barn. Sem rosalega erfitt og getur tekið svo á sálarlega og við erum að setja bara rosalega mikil ábyrgð á börn svo ótrúlega snemma og það bara ekki sanngjarnt gagnvart börnunum að við séum að krefjast þess að þau fari bara út af vinnumarkaðinn af því það ekkert annað sem í boði. En hérna, nú ert þú í háskólanum og ert í félagsráðgjöf, það ekki? Jú. Rétt hjá mér, já. Sko það náttúrulega heilmikil vinna að vera í skóla, það full vinna. Ég hef reynslað því sjálf og mér finnst að ef þú ætlar að stunda námið þitt vel, þá það full vinna. En þannig að myndir þú vinna með skólanum ef þú þyrftir þess ekki? Nei, ég held ég myndi ekki gera það. Ef ég þyrfti þess ekki, það væri bara svo mikið auðveldara að geta tileinkað tímann sinn í skólann. Að því einmitt eins og þú segir, skóli bara full vinna og þú þarft eiginlega að vera bara frá 8 til 4 í skólanum. Þetta bara eins og að vinna fulla vinnu. Svo ég alveg viss að mér myndi ganga svo mikið betur heldur en ég geri ef ég væri ekki að þurfa að hafa áhyggjur að mæta í vinnuna, að vera í vinnunni 10 tíma eða eitthvað svoleiðis og þurfa að setja heimanámið mitt til hliðar eða bara þurfa að lifa í rosalega miklu álagi alla daga eins og ég gera því ég í vinnu, ég í 2 vinnum og ég í háskólanámi. Og svo þetta krefst svo mikilla skipulagningu og bara ákveðni og þetta ekkert einhverjir eiginleikar sem allir bara geta mætt. Það bara virkilega lélegt að við þurfum að setja svona mikið álag og mikla pressu á ungt fólk. Hvað segir þú Ásdór, ungt fólk það ekki á allt á lágu kaupi? Hvernig það? Nú eru taxtarnir lægri þegar þú kemur fyrst á vinnumarkaðinn, svo náttúrulega aukast taxtarnir eða hækkar taxtarnir þegar fólk hefur lengri reynslu. En ekki ungt fólk bara í dag sem 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 22, 23, það ekki bara á rosalega lágu kaupi? Sko, ég fyrst og fremst beint sjónum mínum að hlutakaupi ungmenna 15, 16, 17 ára. Þannig að ég fyrst og fremst beint sjónum mínum að því og það hefur verið barátta löngu áður en ég komin í að þessi að óréttlæti sem fólk gerir í hlutakaupi og jú, það ungmenni á miklu lægri launum heldur en jafnaldræðar sem að sinna sambærilegum störfum og ég man nú ekki nákvæmlega prósentuna en þetta getur munað þó nokkuð miklu og mér oft nefnt þetta í
í sambandi við það sko þegar pólitíkin ræðir lækkun kosningaaldurs. Þetta svolítið svona útúrdúrinn tengist þessu samt sko, án þess að ég ætla að taka afstöðu til þess. Þú ert með ákveðin hóp sem vill lækka kosningaaldur og svo ertu með annan hóp sem vill ekki gera það. Svo segir við þá sem að telja enga þörf á því að lækka kosningaaldur bara, já, viltu þá ekki bara afnema tekjuskatta fyrir þessi ungmenni. Þau með hvort þeir ekkert hafið það að segja hvað skattinir fara í með að nýta sin lýðræðislega rétt með að kjósa. Þá svona fara svolítið tvær grímur á fólk, því að mér finnst þetta svolítið við að borga fulla skatta, ungmenni að borga fulla skatta, en þau hafa ekkert það að segja hvernig sköttunum varið. Þannig að til að setja í samhengi. Já, þetta er mjög athyglisvert. Og eins líka þetta bara, við vorum að tala réttindin, að þá ætla ég nú bara að upplýsa ykkur það. Að ég mjög meðvituð mín réttindi í dag, ég sko rúmlega 60, en þegar og ég vann sem blaðamaður í yfir 20 ár í fullu starfi og ég var þá bara fertug. Þá vissi ég ekki alveg minn rétt heldur. Hugsið ykkur þetta. Og samt ég svona, þú veist, þessi upplýsta manneskja, en ég vissi ekki, ég þurfti á aðstoð að halda, á tímabili þarna. Og ég vissi ekki að ég gæti sótt þann rétt til blaðamannafélagsins og það var enginn búinn að segja mér það. Og svo þegar ég missteig mig í þessu og náttúrulega skammaðist mín alveg rosalega fyrir að vita þetta ekki, að þá fór ég aftur og fór að kenna og þá svo sannarlega hellti ég mér út í þetta allt saman og kynna mér og las allan kjarasamningi minn alveg út og inn og öll réttindi. En þannig að eins og Ástþór var að segja, og ég sammála því að þú þarft ekki endilega að vera mjög ungur til að hafa ekki hugmynd hvað réttindi þú hefur. Og það er líka mjög alvarlegt mál. Þannig að það er svo rosaleg þörf á því að bæta þetta og laga þetta og koma þessu í einhvern ákveðið ferli þannig að Heiðar til dæmis viti sinn rétt. Heiðar, hvað ætlar að gera núna í málinu þegar þessi þáttur er búinn? Seta unmute. Ég fyrir beint að kíkja í hvað stéttarfélagi ég er og bara fyrir strax að spyrja hvað þýðir launasamningur minn og allt bara. Já. Og líka eins með lífeyrissjóði, þið borgið í lífeyrissjóði og þið hafið sennilega ekki hugmynd það, eða skurst ekki Heiðar, eða hvað, og nú veit hann það, þú kynna sér það að það veitir ykkur náttúrulega ákveðin réttindi að borga í lífeyrissjóð og það er nauðsynlegt að borga í hann. Og þú veist allt þetta, Kristbjörg, er það ekki, lífeyrissjóðina? Já, bara fyrir eitthvað nýlega samt, það var ekki fyrir en ég einmitt fékk þessa launaseðla fræðslu sem ég hafði aldrei áður fengið, þá var einmitt sagt mér bara einmitt að ég væri að borga í lífeyrissjóð og ég bara, vá, í hvað lífeyrissjóð er ég? Eitthvað svoleiðis svona, bara, já. En þú sagðir áðan, Ástþór, að þið þyrftu stundum að berjast fyrir ykkur þarna innan ASÍ, að þið hefðuð oft kannski aðrar hugmyndir heldur en þeir eldri í ASÍ í stjórninni. Það hvernig ná að heyja þessa baráttu og hvað á að gera fyrir ungt fólk. Er erfitt fyrir ykkur að fá ykkar fram eða hvað er það sem að kannski svona skilur af þarna? Og ég kannski bara í bjartsýni minni vill halda að þetta snúist oft á tíðum hugsanaleysi. Að það sé engin eiginlegur vilji endilega þarna bakvið til þess að taka ekki með á okkar sjónarmiðum. Þegar ef við tökum bara þáttaka ungmenna, youth inclusion, það á sér ekkert gífurlega langa sögu og með fullri virðingu fyrir öllu því ágæta fólki sem er innan verkalýðshreyfingar, þá er nú ungur aldur ekki það sem einkennir hana. Þannig að ég held að þetta sé bara svolítið svona menningar kynslóðamunur. Þú veist, það er frekar að það gleymist oft að taka okkur með inn í umræðuna einhver stór málefni, oft á tíðum málefni sem eru fyrir ungt fólk og varða ungt fólk. En hafa alveg komið upp dæmið þar sem að við höfum ekki
verið hafið með í ráðum og þá annarkvort svona bara, já, ok, förum við í næsta verkefni eða stundum bara stappa maður niður og fer á móti ef að svo má orðið komast. Finnst þér að ég vera aldurskoti í miðstjórn ASÍ? Sko, við erum með, náttúrulega ASÍ Ung er með áheyrna fulltrúa þarna og sko þetta, nú er ég bara að ta út frá minni persónlegu skoðun en ekki sem heldar samtök ASÍ Ung eða eitthvað svoleiðis. Ég alla jafna á móti hvort sem það eru aldurskvótar eða kynjakvótar eða hvað það er. En eins og við sáum með tilkomi kynjakvóta á mörgum vettvöngum samfélagsins þegar þeir fara að blossa upp, hvað gerðist með því það jókst þáttaka kvenna í stjórnmálum og stéttarfélögum og alls kyns slíku. Kannski er þörf á ungmennakvóta. Kannski er þörf á kvóta svo alveg þangað til það verður ekki þörf á þeim. Ég samt persónlega í efins að setja eitthvað fast það. Mér finnst bara að það þurfa að taka meira tillit til þess sem við höfum að segja. En nú fer að nálgast að lokum þessa þáttar og mér langar að spyrja þig, Kristbjörg, hvað er það sem þú ferð með út í raun og veru eftir þennan þátt? Hvað er það svona sem að... Það er alveg frekar margt, sko. Ég held að sem ég myndi vilja taka úr þessu bara að því að ég þekki þessu upplýsingar núna, þá er það líka svona mitt að geta frætt aðra af því það eru svo margir sem ég þekki sem skilja þetta ferli ekki nógu vel, skilja launaseðilinn ekki og bara vera algjörlega opin fyrir því að fræða fólk hvað þetta er, hvað þetta snýst og allt þetta. Maður á alltaf að hafa hátt þegar verið að ræða réttindi annarra. Og við megum ekki vera þögul á meðan þetta er ennþá í gangi og meðan það er engin viðurlög og meðan að atvinnurekendur eru ennþá að brjóta á fólki. Við þurfum bara að vera að tala hærra þetta mitt. Það verður að vera einhver vitundavakning hjá fólki. Hvað segir þú, Heiðar? Ætlar þú núna beint að ætlarðu kannski að hafa samband við Ástþór og biðja hann að hjálpa þér að finna út úr þessu? Með réttindi þín og skyldur og hvað þú borgar í og svo framvegis. Það getur kannski dottið í það. Það getur kannski dottið í það. Er það ekki? Ástþór, ertu til að taka að þér Heiðar og hjálpa honum? Ég tek öllum ungmennum fagnandi sem að hafa áhuga á stéttarbaráttu og vilja fræðast meira það. Það er ekki spurning. Þetta var yndislegt og það var mjög gaman að tala við ykkur en það er bara einhvern veginn alltaf svo gaman að tala við ungt fólk. Og ég vona að þetta hafi verið upplýsandi fyrir fólk sem hefur horfir á og vonandi þrýstir þetta á að gera eitthvað í þessum málum varðandi unga fólkið. Nú á morgun, föstudag, þá eru hér á Samstöðunni þættir. Það Öryrkjaráðið klukkan 3, Hin Reykjavík klukkan 5 og svo Rauðaborðið að venju klukkan 8. Og alla þessa þætti og þennan þátt líka hægt svo að sjá eftir þennan þátt, þeir sem vilja horfa eftir þáttinn, að þá hægt að horfa á hann á Facebook síðu Samstöðvarinnar sem hópurinn heitir Samstöðin og á vefsíðunni samstöðin.is og á YouTube og það gildir alla þættina. Það er sem sagt hægt að horfa á þessa þætti beint og svo hvenær sem fólki býður svo við. Og kaffistofan verður á sama tíma eftir viku, klukkan 22 næsta fimmtudag og þá verður eitthvað voðalega fróðlegt og skemmtilegt í boði og ég segi bara takk fyrir Kristbjörg, Ástþór og Hreiðar og ég kveð að sinni verði sæl.